Eins og þið sjáðu Samtaka iðnaðarins, Landsvirkjunar, verkfræðistofunnar Eflu og Samorku auðvitað og síðan kom Grænvangur inn núna í vinnuna síðustu mánuði. Þau eru öll í Bakú núna á COP, þannig að þau geta ekki tekið þátt með okkur beinan á fundinum en koma sjálfsögðu að vinnunni og undirbúningnum. Þá geta það komið fram. Dagskráin líka bara þétt og snörp. Þau koma hérna Haukur Ásberg Hilmarsson og Ágústa Loftsdóttir frá Landsvirkjun og Eflu og fara með okkur í gegnum vefinn, segja okkur hvað þar nýtt og merkilegt og hvers vegna sem sagt var ástæða til þess, hvers vegna við erum að kalla ykkur öll saman hérna í dag. Og svo verða umræður þar sem að Hörður Arnarsson frá Landsvirkjun verður, Finnur Beck frá Samorku, Guðmundur Þorbjörnsson frá Eflu og Sigurður Mógensen frá Samtökum iðnaðarins. Og við ætlum samt að byrja á byrjuninni. Sigurður, ef ég mætti bara bjóða þér hérna örstutt á grillteinin, bara hérna í sæti við hliðina á mér, hérna ætla ekki að láta það standa. Þú þarft að fara svona yfir svari við svona þessari existentialísku spurningu, hvers vegna erum við hér? Þar að segja hvað hefur breyst á þessum 2 árum frá því að vefurinn fór í loftið sem kallar á það hálfum mánuði fyrir kosningar að við fyllum hérna sal og segjum við þurfum að segja ykkur eitthvað. Já, komið sæl, gott að sjá ykkur allir í dag á þessu ánægjulega tilefni og ef við kannski byrjum á byrjuninni, ég meina fyrir 2 árum síðan, að þá langaði okkur til þess að setja flókið mál fram á einfaldan hátt. Þannig að upplýsingar orkumál voru á víð og dreif einhvern veginn og erfitt að fá yfirsýn. Þannig að grunnhugmyndin var bara þessi, hvernig getum við einhvern veginn sett þetta fram á einum stað þannig að allir geti fengið bara svona grunnupplýsingar og heildarmynd. Og orkuskiptin eru þetta mikið viðfangsefni, stjórnvöld hafa sett skýr markmið líka það. Þannig að viðfangsefni var svolítið að varpa ljósi á það hvað felst í rauninni í markmiðum stjórnvalda eins og þau eru sett fram. Og þar eru ýmis tækifæri, við fjölluðum efnahagslegan ávinning, en það var náttúrulega líka ljóst að hlutir breytast, tæknin þróast, stefna þróast og svo framvegis. Þannig að við áttuðum okkur líka á því að reglulega þyrfti að uppfæra vefinn út frá bara þeim forsendum sem að lægju fyrir á hverjum tíma, þannig að 2 árum liðnum þóttu okkur rétt að gera það. En vildum þá nota tækifærið og bæta við upplýsingum og setja Ísland kannski aðeins í alþjóðlegt samhengi, segja frá því hvar við stöndum þegar kemur á orkuframleiðslu í heiminum og eins og frægt hefur orðið síðustu daga þá erum við ekki í fyrsta sæti þar, heldur í 22. sæti. Við erum hins vegar í fyrsta sæti þegar kemur að framleiðslu á endurnýjanlegri orku og það þetta markmið sem allur heimurinn keppist við að ná. Orkunotkunin, þar erum við í 10. sæti. Þetta varpar líka ljósi á það hvað við erum að nota í rauninni mikla olíu. Við drífum mikla verðmætasköpun áfram með olíunotkun í samfélaginu og það gleymist stundum að olía er líka orka. Og áhugavert náttúrulega til þess að hugsa að það er flókið að auka raforku í kerfinu. Ég meina það tekur, ef ég skildi það rétt, að lágmarki 12 ár með að nú gildir regluverk að reisa virkjun, allavega vatnsaflsvirkjun, en það er þetta að hringja og biðja olíufarm sem kemur eftir nokkra daga. Þannig að þetta er staðan og við vildum þá varpa ljós á þetta. Það er áhugavert að hugsa líka til þess að við höfum rætt þetta markmið orkuskipti. Það hefur enginn lýst sig ósammála því að fara í orkuskiptin. Við höfum rætt stærðargráðuna, hvað þarf til að komast alla leið í mark, hvað sem það gerist á 15 árum, 25 eða 50 árum. Og heilt yfir erum við sammála stærðargráðuna, þó að okkur geti greint á hversu hratt þetta á að gerast og svo framvegis. Og síðast en ekki síst það að þetta er flókið verkefni og kallar á það að við hefjumst handa strax. Og ég hef ekki heyrt neitt andmæla því heldur, þannig að ég held að þetta sé líka gott að fá þennan sameiginlega grunn sem allir geta vísað í, en síðan getur þá hver og einn bara tekið út úr því það sem hann eða hún vill. Og síðast en ekki síst þetta gott tækifæri
til þess að ræða forsendurnar. Teljum við að stefna stjórnvalda sé rétt eða skynsum og þá hægt að takast á það. Þú ert ekki að segja hvað á að gera? Alls ekki. Það bara þeirra að ákveða það og svo okkar þá hverju einu að hafa skoðun á því. En stjórnvöld auðvitað bara taka sínar ákvarðanir og við erum hér bara að varpa ljósi á það hvað það þýðir. Þannig að þetta er svona kannski grunnhugmyndin og ég held að það sé mjög gagnlegt fyrir umræðuna að geta tekist á forsendurnar en ekki staðreyndir. Það er gott að við höfum þær allar á hreinu. Þá eitthvað sér búin að kynda bara nokkuð vel undirbúa fyrir kynninguna þeirra Hauks og Ágústu. Ég ætla að bjóða ykkur hér í pontu. Þau ætla að skruna í gegnum þetta og segja okkur og bara ég ætla að segja það af því að það stendur vefsins og vefjarins til skiptis. Ég er búin að fletta þessu upp, beygingarlýsingu íslensk nútímamáls. Það má segja hvort tveggja í eignarfalli ef þetta vefst eitthvað fyrir ykkur. Gjörið svo vel. Já. Góðan daginn. Ég heiti Haukur Ásberg og starfa hjá Landsvirkjun sem sérfræðingur í viðskiptagreiningu og við ætlum svona að skrolla í gegnum þessa nýju vefsíðu. Við erum búin að fá þau skilaboð að þetta hefur verið stutt og snarpt en við ætlum svona að fara yfir hvað hefur breyst, hvað er nýtt og af hverju við töldum mikilvægt að bæta þessu nýju upplýsingu við. Þannig að ég kynna því bara. Komið sæl, gaman að sjá okkur öll. Ég er Ágústa Loftsdóttir og ég er hjá verkfræðistofunni Eflu. Þannig að já, við stiklum á stóru í þessu. Ég sé að þið sjáu ennþá ekki vefsíðuna en Getum við fengið vefsíðuna upp? Þetta er einu ljótlega. Bara aftur í. Opnaði Chrome. Það kemur þetta? Ok. Þá er einhver með Magic Touch búin að koma hérna. Já, takk. Já, orkuskipti vefurinn. Við ætlum að stikla á stóru og fara yfir hvað er á vefnum. Ég þarf kannski að skruna svolítið hratt yfir sumt. Þið fyrirgefið mér það. Vefurinn byrjar á því að spyrja okkur hver er áskorunin og við þekkjum það svo sem við notum mikið á olíu. Við flytjum inn yfir 1 milljón tonn af olíu á ári og þetta kostar okkur 160 milljarða hvert ár. Raunar er það svolítið misjafnt eftir árum hvort það kostar 160 milljarða eða eitthvað annað. En ég ætla aðeins að tala um það síðar. En þetta er stór reikningur sem við erum að greiða sem þjóðfélag. Þetta þýðir að við þurfum að nota næstum helming alls þess gjaldeyris sem sjávarútvegurinn aflar á heilu ári. Og þetta er bara efnahagslegi kostnaðurinn. Nú erum við ekkert búin að tala um það hvað fyrir umhverfislegi ávinningurinn er af því að nota endurnýjanlega orkugjafa. En ef við skoðum þessa mynd, þetta sýnir okkur olíunotkun Íslands með áætluðu magni keyptu erlendis. Hérna erum við svolítið að skoða hvaða olía er að koma inn til þess að keyra hagkerfið á Íslandi. Og þetta er magnið, það er töluvert, þið sjáu það. En í hvað fer þessi olía? Og hérna sjáu þið skiptinguna á þessu meginflokkum. Þetta er aðeins uppfært frá gamla vefnum með nýrri tölum og aðeins nákvæmari skiptingu. En það eru flugvélarnar sem að taka stærstan hlut af þessu, en skipin og samgöngur á landi taka auðvitað mjög mikið. Það sem er þarna stærri tæki, þetta eru svona, þið vitið, iðnaðar, katlar, gröfur og þessartar tæki. En orkan sem við notum á Íslandi, það er að mestu leyti jarðhiti. Við notum að stærstu leyti jarðvarma og svo er það olía og vatnsafl. Þetta eru svona þessir 3 meginflokkar af orku sem við notum. Það eru auðvitað fleiri flokkar, en þetta eru þessir 3 stærstu, langstærstu. Ef við lítum aðeins fram hjá þeim jarðvarma sem er notaðar í upphitun og skoðum bara raforkuna og olíuna, þá er skiptingin svona. Og þetta er svona þessir
það sem keyrir atvinnugreinarnar okkar svolítið. Nú erum við með það langtíma markmið að við ætlum að verða óháð jarðefnaeldsneyti og við ætlum að anna orkuþörfinni með endurnýjanlegum orkugjöfum. Við erum engu að síður að flytja inn olíu fyrir þessa 160 milljarða eins og áður en sagði áðan og það er svakalega mikill peningur. Sjáu þið, þetta eru 100 milljónir hver punktur. En nú erum við að detta í samhengiskaflanum, þá ætlar Haukur aðeins að taka við. Herri, já, við bættum við nýrri umfjöllun sem er þarna merkt sem samhengið og tilgangurinn með þessu er kannski að varpa ljósa það að umræða orkumál á Íslandi hefur mjög oft einskorðast við raforkuhlutum og markmið okkar var kannski að skoða þessi orkumál í aðeins víðara samhengi, alþjóðlegu samhengi og svona setja aðeins þetta verkefni Íslands og heimsins í orkuskiptum í betra ljós og ef við horfum á heildar orkuframleiðslu landa að þá er Ísland í 22. sæti á heimsvísu og það eina sem við höfum í rauninni gert hérna er eins og Sigurður sagði við höfum safnað saman erlendu gögnum frá Alþjóðabankanum, frá IRENA og fleiri stofnunum og safnaðum saman inn á þennan vef og við sjáum það að langstærstur hluti af orkuframleiðslu heimsins er hjá þeim löndum sem hafa nýtt auðlindir sínar til að framleiða óendurnýjanlega orku og þetta eru náttúrulega ríki eins og Katar og Kúveit sem við þekkjum og einnig til dæmis Noregur og Ísland hefur í rauninni útvistað töluverðan hluta af sinni orkuframleiðslu til Noregs í gegnum tíðina. Ef við skoðum svo eingöngu endurnýjanlega orku þá er alveg rétt að Ísland er þar í fyrsta sæti af öllum þjóðum heimsins þegar við setjum þetta í samhengi við höfðatölu á Íslandi. Og þetta er kannski staðreynd sem við mættum vera örlítið stoltar af. Hún er mjög oft sett fram í svolítið neikvæðum tilgangi en kemur kannski í grunninn af því að við erum með mjög mikil tækifæri til þess að framleiða endurnýjanlega orku. Við erum strjálbýlt land, miklar auðlindir og nýtum þessar auðlindir til að efla lífsgæði á Íslandi og við sjáum mjög lítið talað að Ísland veiði mesta fisk á höfðatölu eða taki við mjög mikið af ferðamönnum á höfðatölu en það er engu að síður líka staðreyndin að þarna liggja styrkleikar Íslands og við mættum alveg vera stolt af því. Ef við lítum til orkunotkunarinnar þá er náttúrulega mjög náið samband á milli orkunotkunar og lífsgæða landa og það á við á Íslandi alveg svo annars staðar og við erum þarna í 10. sæti ef við horfum á heildar orkunotkun á höfðatölu svona mitt á milli kannski Kanada og Bandaríkjanna en ekki rosalega langt frá til dæmis ríkjum eins og Noregi og öðrum vestrænum ríkjum og kannski það sem aðgreinir okkur frá þessum löndum er að mun stærri hluti af okkar orkunotkun er með endurnýjanlegum hætti sem við framleiðum hér innanlands þó vissulega séum við ennþá að flytja inn töluvert af orku í formi þá jarðefnaeldsneytis. Nú ef við lítum bara til orkunotkunar heimila og berum það svolítið saman við Norðurlöndin þá erum við að ýmsu leyti svipuð. Íslensk heimili nota ívið meiri orku en önnur Norðurlönd en við erum líka að nota orku í heimilum með eilítið öðrum hætti, nýtum mjög mikið jarðvarma til upphitunar en ef við horfum til dæmis til eldsneytisnotkunar þá er hún að miklu leyti svipuð hjá íslenskum heimilum og öðrum heimilum Norðurlanda en við kannski spörum okkur þörfina fyrir að nota raforku til upphitunar eða aðra orkugjafa eins og til dæmis eru notaðir í Danmörku og öðrum Norðurlöndum. Nú svona ef við setjum þetta aðeins í samhengi þá er eðlilegt að halda að af því að Ísland framleiðir mest af endurnýjanlegri orku á mann á heimsvísu að þá höfum við gengið lengra en aðrar þjóðir í að nýta okkar auðlindir. Og þetta er kannski svona dæmi hvernig höfðatölu tölfræði getur blekkt og
staðreyndin svo að þetta liggur kannski frekar í því að við erum með mikil tækifæri og við erum fremur fámennt land frekar en að við höfum endilega gengið lengra en aðrar þjóðir. Hér settur fram svona frekar einfaldur samanburður sem sýnir bara uppsett afl raforkuframleiðslu í hlutfalli við stærð landa og við erum hér að bera okkur saman við Norðurlöndin. Auðvitað það svo að þessi lönd framleiða raforku með mismunandi hætti. Við og Noregur og Svíþjóð treystum kannski meira á framleiðslu með vatnsafli sem þarfnast uppistöðu lóna. Þessi nálgun nær þannig ekki að fullu til þess en gefur samt engu að síður teljum við góða mynd af því að Ísland ekki að ganga lengra en aðrar þjóðir í að nýta auðlind síðar og við erum í rauninni neðst af Norðurlöndunum ef við skoðum uppsett afl með við stærð ríkja. Þannig að staðreyndin svo að hér eru mikil tækifæri og við höfum möguleika á að nýta þessi tækifæri til að fara í orkuskipti. Svona kannski að lokum þá erum við hérna með mynd af kostnaði við mismunandi tegundir af raforkuframleiðslu, áætlaður meðalkostnaður á orkueiningu. Hér erum við að setja fram tölur frá Orkustofnun annars vegar og alþjóða endurnýjanlegu orkumálastofnunni Írena hins vegar. Og eins og við höfum kannski farið yfir, þá staðreynd svo að við á Íslandi notum meira af orku en við framleiðum og höfum til þess að geta balansa það, flutt inn óendurnýjanlega orku til dæmis frá Noregi. Nú erum við með markmið frá stjórnvöldum að verða óháð jarðefnaeldsneyti og við höfum gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar að draga úr losun. Og þá höfum við í grunninn 2 kosti, við getum haldið áfram að flytja inn orku en gert það með öðrum hætti en við gerum í dag eða við getum aukið við endurnýjanlega orkuframleiðslu innanlands. Og ef við viljum kjósa að fara þá leið þá er mjög mikilvægt að horfum til þeirra kosta sem eru samkeppnishæfir á alþjóðavísu. Og í dag það þannig að Ísland mjög samkeppnishæft í vatnsafli, jarðvarma og vind á landi. Og við erum líklega ennþá samkeppnishæfari í til dæmis vindinum en þessi alþjóðlega tölfræði gefur til kynna. Svona neðri mörkin eru aðeins bjöguð út frá vafasömum gagnaskilum frá Kína. En við sjáum það að í dag eru aðrir kostir eins og til dæmis sólarorka ekki samkeppnishæfir á þeim skala sem þarf til þess að standa undir orkuskiptunum. Það gæti verið hagkvæmt í einhverjum tilfellum að fara í sólarorku í dreifbýli þar sem þú ert á aðalega að spara þér kostnað við flutning en til þess að glíma við þetta verkefni þurfum við að horfa á aðra kosti. Og það er sama með sjávarfalla orkuna í dag. Þetta tæknilega mögulegt en þetta mjög dýrt og við þurfum að leysa þetta vandamál á mun styttri tímaskala þar sem að Parísarsamkomulagið 2030 þannig við höfum ekki alveg tíman til þess að bíða í 20 ár eftir að einhverja mögulega lausnir verði hagkvæmar. Við þurfum að þora að fara í ákveðnar leiðir í dag sem við vitum að Ísland samkeppnishæft í stað þess að kannski að vera að leita einhverju töfralausn sem að gæti komið í framtíðinni. Þetta var svona það sem ég ætlaði að fara yfir. Þú ætlaði að halda aðeins áfram með þetta samhengi. Já, einmitt. Ég talaði svolítið olíureikningin okkar áðan. Það voru 160 milljarðar, afsakið mig, 160, ég maður ekki vanur þessum tölum, ég veit þið. Þetta eru 160 milljarðar. Það sem að ræður því hver reikningurinn okkar fyrir olíu á hverju ári þrennt aðalega. Það fyrsta lagi magnið sem við kaupum. Það í öðru lagi gengi Bandaríkjadals. Og í þriðja lagi það heimsmarkaðsverð á hráolíu. Og af þessu þrennu þá ráðum við rosalega litlu gengi Bandaríkjadals og hráolíuverðinu. Við ráðum bara magninu sem við kaupum. En talandi hráolíuverð, þá það alveg frægt fyrir það hvað það sveiflukennt. Og það eru alls konar hlutir sem hafa áhrif á olíuverðið, geopólitískir atburðir gjarnan í Miðausturlöndum fjær, svo framvegis. Þannig að það margt sem að
hefur áhrif á einmitt olíuverðið og þar með á bensínverðið út á bensínstöð hjá okkur og fyrir nú utan sko, viðskiptajöfnuðin og allt það, eða vöruskiptajöfnuðin, hvað það heitir. En ef við skoðum hérna á þessari mynd, til dæmis, olíuverð, hérna er ég búin að setja olíuverðið upp, þetta er Brent spot ef ykkur hefur áhuga, en það er hægt að lesa hérna út, hérna sjáum við til dæmis áhrif COVID, hérna sjáum við þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu, hérna sjáum við uppganginn, hérna er svolítið 2007 og hérna er svo efnahagshrunið 2008, þannig að hérna það er hægt að lesa ekki úr hverri topp og botn hérna, en úr mjög mörgum eru einhverjir svona heimsatburðir sem liggja baki, en svo er þetta líka markaðir sem að sveiflast líka til einhverjum skrýtnum lögmálum. Til samanburðar þá er hægt að skoða hvítu línuna hérna sem er raforkuverð til heimila og innrás Rússa hafði engin áhrif, COVID engin áhrif, jafnvel efnahagshrunið hafði mjög lítil áhrif á á raforkuverð til heimila á Íslandi miðað við sveiflurnar og olíuverðið. Þetta er á sama skala, þannig að þið sjáum munin. Þannig að þetta svolítið bendir til þess, eða segir okkur, að ef að sá hluti hagkerfisins okkar sem er núna keyrður áfram með olíu, ef að hann hefði verið keyrður áfram af raforku eða af eldsneyti framleitu úr íslenskri raforku, þá væri umtalsvert meiri stöðugleiki hér heldur en hefur verið. Þannig að það finnst mér mjög áhugaverður punktur. Já, við erum með þetta lögfesta markmið sem við erum búin að koma inn á og hérna það er það bil helmingurinn af samfélagslosun okkar sem kemur vegna olíu. Aðeins að skoða hérna hverja lausnin, það er kannski kemur ekkert á óvart með við það hvað þessi fundur heitir að lausnin eru þetta orkuskipti. en hérna sem eru nauðsynlega til þess að ná loftslagsmarkmiðunum okkar og það sem er gaman að segja frá og við sjáum á einni skemmtilegri mynd á eftir er að sko orkuskipti á Íslandi hafa verið mjög árangursrík og við höfum rosalega góða reynslu af orkuskiptum í gegnum tíðina. Við tölum oft svona rafvæðinguna og hitaveituvæðinguna sem svona þessi tvö merku orkuskipti en við höfum í rauninni farið í mörg lítil orkuskipti. Við notuðum mó og tað svo fórum við yfir í að brenna kolum sem var umhverfislega miklu betra, þetta var miklu betra eldsneyti. Svo fórum við yfir úr kolunum yfir í olíu sem var líka umhverfislega miklu skemmtilegra að nota olíu heldur en að vera með eitthvað kolabingin í stofu. Þannig að við höfum bara almennt séð í gegnum tíðina þá hefur verið umhverfislegur og efnahagslegur ávinningur af orkuskiptum hjá okkur. Og núna erum við að byrjuð á kannski svona þriðju stóru orkuskiptunum þar sem við erum að taka olíuna okkar og hætta að nota hana og fara að nota eitthvað kolefnisfrítt eða eldsneyti með lægra kolefnisspor. Og ef við tökum örsnöggt stöðuna á því þá er heimilunum það er bara lokið, við notum endurnýjanlega orku í heimilun almennt. Það sem er framundan, það eru þungaflutningarnir, það eru skipin og flugvélarnar og við erum með fólksbílana, ferjur, almenningssamgöngur og fiskimjölsverksmiðjurnar í vinnslu núna. Á vefnum er farið svolítið í þessar stærðir sem við erum að tala og það er rosalega gott að setja þær í samhengja því að það er ekki öllum tamt að hugsa í terawattstundum. Framleiðslan á Íslandi í dag af raforku er 20 terawattstundir. Og þegar við skoðum þessar spár sem við erum að byggja vinnuna hérna á, þá sjáum við að árið 2035 þá myndum við þurfa að vera komið 5 teravattstundir í viðbót til þess að standa undir orkuskiptum. Ekki fullum orkuskiptum nota bene, heldur bara til þess að vera á réttum stað miðað við að ná fullum orkuskiptum 2050. Og 2050 þá erum við að tala 16 teravattstundir. Við höfum það er svolítið nýmæli núna á þessum við höfum verið að draga út tölurnar fyrir 2035 svolítið. Og það er vegna þess að það er svolítið eðli svona orkuspáa að eftir því sem að lengra fer í tíma, þeim mun meiri verður óvissan.
Þannig að ég get sagt með nokkur í vissu, nú 10 ár fram í tíman, að þetta eru cirka 5 teravattstundir. En þegar ég ætla að fara að segja ykkur þessar 16 teravattstundir árið 2050 eftir 25 ár, þá ger ég kannski, svona cirka 16 teravattstundir, eitthvað svo leis. En það er töluvert meiri óvissa þar. Og hérna er þessi raforkuþörf vegna orkuskipta brotið niður eftir geirum. Og þá sjáum við hvort það eru flugvélar eða skip eða bílar eða annað. Og hérna, jafnframt, þetta eru spárnar sem við erum að byggja útreikningana á. Þetta er olíunotkunin eins og hún er spáð með orkuskiptum og þá fullum orkuskiptum hvernig olíunotkunin myndi líta út. Og annars gula línan er hvernig olíunotkunin myndi líta út ef það yrðu engin orkuskipti. Og við héldum áfram að nota olíu eins og við gerum í dag. Og þá erum við hérna að reikna út hvað þurfum við mikla, hver er raforkuþörfin okkar í dag. Og hvað þurfum við að bæta við til þess að geta skipt orku og nota innlenda orku í stað olíunar. Og hérna sjáum við að við erum einmitt búin að taka út 2035 tölurnar og svo er meiri óvissa með tölurnar hérna lengra út. Þetta er svolítið mikilvægt, þessar 2035 líka, einmitt út af þessum tíma sem þarf í uppbyggingu raforkukerfisins. Þannig að það er mjög gott að hafa það í huga. Og hérna er farið betur í það hvernig skiptingin lítur út 2050. Þetta er þá raforkan sem þarf aukalega umfram í orkuskiptin 2050. Orkusparnaður er náttúrulega allra góðra gjalda verður og hérna það var gerð könnun hvað þyrfti og þið sjáu tölurnar þar 0,4 teravattstundir með tiltölulega lítilli fyrirhöfn, aðeins meiri fyrirhöfn eftir 5 til 10 ár 0,8 teravattstundir og svo 0,4 teravattstundir þar í viðbót með mikill fyrirhöfn. Þetta eru umtalsverða tölur en það koma ekki í stað orkuskipta. Það er kannski punkturinn hér. Þetta er mjög skemmtileg mynd. Þetta er eina af því að ég hef mikinn áhuga á orkuskiptum almennt. Og hérna getum við séð hvernig orkukerfið, hvernig heildar hlutfall orkunotkunar var til dæmis 1940. Hérna. Þá vorum við að rétta losa okkur við móinn og taðið og farin að nota kolin. Svo 65, þá erum við farin aðeins að nota jarðhita til upphitunar. Olían er komin í staðinn sem að minnkaði kolaríkið og reykinn yfir Reykjavík, það eru frægar myndir af því. Og svo árið 2000 þá vorum við þetta farin að framleiða raforku með jarðhita. Svo er þetta aðeins 2018 hérna. Mér finnst það mjög skemmtileg mynd, ég ána með hana. Afsakið. Þetta eru svakalega tölur. Þetta er hver gæti ávinningur norðan. Ég reyna að setja þetta allt saman inn hérna. Þetta eru svakalega tölur. Hérna, fjármögnun heilbrigðiskerfisins í næstum því 5 ár bara með orkuskiptum. Það er rosalegt. Og hérna, heildarumfang fjárfestinga gæti numið 9 landsspítölum. Ég áttaði mig ekki alveg á því hvernig þetta myndi hljóma þegar ég sagði það, því ég skrifaði þetta niður. Það er 9 landsspítalar. Það er 900 milljarðar og 100 milljarðar sem er gert ráð fyrir að hver landsspítali kosti. Og svo er auðvitað það að það kostar líka að gera ekki neitt. Eins og eitthvað innheimtu fyrirtæki segir, gera ekki neitt. Því að þá þurfum við að fara að kaupa losunarheimildir eins og við höfum reyndar þurft að gera. Og það gæti verið ágætur pakki líka. Okay. Hérna sjáum við þetta í rauninni þessar sömu upplýsingar settar fram sem graf, þannig að þá getum við séð hvernig ávinningurinn er í rauninni í tíma. Og það er ekki bara þessi beini eða óbeini ávinningur, það eru líka fjöldi starfa, þúsundir starfa sem skapast með orkuskiptum og þá eru það beinstörf og afleidd störf sem við sjáum á þessari mynd. Hérna erum við líka bara með
yfirlit yfir losunina. Þeir sjá ef þið muni eftir því hvernig olíukúrfan leit út, þá þetta mjög svipuð kúrfa en í rauninni það sama. Þetta losun vegna olíunotkunar og hérna sjáum við svo skipt í innlendanotkun og svo millilandanotkun. Þetta mjög svipað, þessi innlendanotkun, þetta mjög svipað og samfélagslosunin. Ekki aðeins munur þar á en þetta nokkurn veginn það sama. Sko, það sem eru kannski svona loka skilaboðin á þessum vef að orkuöryggi og orkusjálfstæði haldast í hendur. Þannig að ef við náum markmiðum orkuskipti á Íslandi með innlendri orku, þá getum við tryggt bæði orkuöryggi og orkusjálfstæði. Og orkuskiptin eru lykillinn að sjálfbærri framtíð Íslands. Þau gera okkur kleift að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar í loftslagsmálum, draga úr óæskilegum áhrifum á hagkerfið vegna kostnaðar við innflutning á olíu og leiða til aukinnar hagkvæmni. Með því að fara í orkuskipti úr olíu sköpum við grænna, sterkara og sjálfstæðara Ísland fyrir komandi kynslóðir. Takk fyrir. Kærar þakkir, Haukur og Ágústa. Ég ætla að biðja Hörð og Finn, Sigríði og Guðmundum að tilla sér. Ef þið ræðið ykkur hér, kannski bara smelli mér hérna á endan. Og Sigríður, ef ég væri til þess að byrja, þá langar mig að spyrja þig, sko, annars vegar, hvers vegna sé mikilvægt að koma þessu alþjóðlega sjónarhorni á framfæri sem að við höfum kannski ekki séð mikið af þessum alþjóðlega samanburði á öðru leyti en því að við, sko, almennt, einhvern veginn bara, það er einhvern veginn almennt viðtekið, þessar mýtur sem þau voru að fara yfir að væri ekki alveg réttar. Það er að segja að Ísland framleiddi meiri orku á mann en nokkurt annað land í heiminum og svo framvegis. Hvaðan koma þær og af hverju er mikilvægt að taka utan þetta alþjóðlega samhengi? Takk fyrir það og gaman að sjá svona marga hérna í salnum. Ég veit að það er mikið framboð á fundum þessa dagana en þetta sýnir líka hversu mikilvægt þetta málefni er. Ég er sérstakur áhugamaður þessar mýtur orkumál og auk þess sem að það skiptir máli fyrir mitt starf. En síðastliðin kannski 10-15 ár hefur náttúrulega umræðan orkumál og þangað til nýlega og umræðan var mun þroskaðari, var hún í ákveðnum svona skotgröfum og ýmsir hafa haldið ýmsu fram stöðu Íslands, svona slengt ýmsu fram hvar Ísland stendur. Án þess kannski að taka tillit til þess að orka er ekki eingöngu raforka og það er til endurnýjanleg og óendurnýjanleg orka og svo framvegis. Og það var kannski ekki fyrr en að við opnuðum þennan vef árið 2022 sem ég held að svona heilt yfir að almenningur hafi gert sig grein fyrir hversu háð íslenskt hagkerfi, verðmætasköpun og samfélag er óendurnýjanlegum orkugjöfum, þar að segja olíu. Þannig að ef maður svona fer að skoða aðeins svona narratífið eða svona umræðan á samfélagsmiðlum og bara í fjölmiðlum og greinaskrifum á síðastliðnum árum, þá hefur þessi mýta að Ísland sé heimsmeistari í orkuframleiðslu verið mjög lífseig. Einnig það að við séum að drekja eða séum að fullnýta landið og fara að virkja alla koppagrundir og alla fossa landsins. Og við sjáum þess vegna hversu mikilvægt það er að setja þetta í samhengi, stærðargráðu á höfðatölu miðað við landnýtingu og svo framvegis. Þannig ég held að þetta skipti alveg gríðarlegu máli. Það er ekkert heilagt í þessu. Það er engar algjörlega vísindalega staðreyndir. Þessi gagnasöfn eru flókin, þau byggja á ýmsum forsendum, en ég held við getum allavega slengt því algjörlega fram föstu hér í dag að við erum alls ekki að gjörnýta Ísland og við erum með lægsta hlutfall á Norðurlöndunum í orkuvinnslu per ferkilometer og þrátt fyrir að við myndum farið þá vegferð að tvöfaldar raforkuframleiðslu, þá værum við samt ekki að nota stóran hluta af landinu miðað við alþjóðlegan samanburð og við erum alls ekki heimsmeistarar í orkuframleiðslu, langt í frá. Við erum hins vegar heimsmeistarar í endurnýjanlegri raforkuframleiðslu á íbúa og það er bara það er í rauninni staðreynd sem við eigum og megum vera mjög stolt af. Takk fyrir það, Hörður. Talandi mýtur, mér langar að nefna sko hlutfallslega yfirburði og grafið sem Haukur fór yfir, þar sem er verið að fara yfir einmitt hlutfallslega yfirburði Íslands og það kemur kannski ekki óvart að þar séu vatnsafl og jarðvarmi.
Þar liggi okkar hlutfallslegu yfirburðir, mögulega í vindi á landi líka. En sko, það mjög mikið rætt möguleika sólarorku, sjávarfallaorku, vinds á hafi og svo framvegis. Bara verið að slá þá kosti út af borðinu eða? Já, fyrst myndi ég segja bara alltaf hamingju með þennan vef og þeir sem hafa verið að vinna síðustu dag og nætur að koma þessu frá. Þetta bara virkilega flott og virkilega góða viðbætur. Og mér finnst þessi viðbót, sko, það mjög gott að vita hvert verkefni en síðan líka svakalega góð viðbót þetta að ræða yfirburðin eða samkeppnishæfnina. Af því að það náttúrulega lykillinn að þeim góða árangur sem við náðum fram til þessa sterk samkeppnishæfni. Og hérna verðum að skilja þá samkeppnishæfni gagnvart hverju. Það eru tvenns konar samkeppni sem í gangi. Í fyrsta lagi þessi grænu orkugjafar að keppa við jarðeldsneyti og það bara mjög erfitt. Það sem sérstaklega að við erum að fara í nýja tækni og bara jarðeldsneyti mjög effektív og ódýr leið og mikið niðurgreitt ennþá sko. En við erum að keppa við það sem mjög mikil brekka. Við sjáum jafnvel í rafbílum sem náttúrulega frábær tækni, frábær nýting orku. Þar högtum við nema að séu sko miklar ívalnandi rafbíla, þetta taki ekki þátt í neinu sameiginlegum kostnaði. En síðan það hinn samkeppnin, sko, það alþjóðlega samkeppni. Að sko stór hluta af þessum framtíðar orkuskiptum alþjóðleg samkeppni af því að það hægt að flytja orkuna á milli landa. Sko í rafeldsneytinu hægt að flytja ekki hluta rafmagnið og mjög erfitt að flytja vetni en aðrir orkuberarnir getum við flytta á milli þannig að við þurfum að vera samkeppnishæf þar. Og það líka aftur mjög krefjandi, bara hvernig ætlum við að tryggja það. Það ekki bara orkan, það líka styrkir en það sem við getum keppt í vatnsaflið, jarðmann og vindurinn. Og það sem ég finnst sko svo merkilegt sko af hverju færist umræðan, af hverju erum við ekki bara að nota þessu orkugjafa af því að það verðist bara vera, það var fyrst sko þá var vatnsaflið jarðvarmi, svo byrjaði umræðan gegn því og þá færðum við okkur yfir í vind og landi og það var fyrir síðustu kosninga voru allir sammála því, svo kom ákveðin umfjöllun kring það og þá var allir komið vind og sjó sem við getum ekki keppt í, það bara bæði dýrt og ekki góðar aðstæður. Og sólarorka sem líka mjög erfitt fyrir okkur að keppa í sko, líklega bara verður það aldrei á alþjóðlegum samkeppnisræði og við verðum setja þetta í samhengi við það bara svo skoða marg aðra greiningar sem við höfum gert það aðrir að 70–80% af fólkinu sammála orkuvinnslunni, ánægt með orkuvinnsluna en það eitthvað 50% hlutur sem hefur svona eitthvað vító í umræðinni bara ef að sá hópur talar þá hættum við að tala um það og stjórnmálamenn bara segja nei, ég ætla ekki að taka slaginn af vatnsaflið. Þau eru á móti jarðvarma, ekki taka þann slag, svo ekki vindinn, það ekki reykjustu. En ef við nýtum ekki þessa þrjá orkugjafa, þá eigum við ekki séns í samkeppninni. Af því þessu tölur sem eru, sko, þetta breiða bil í samkeppninni í neðri hlutunum. Það ekki allt vatnsaflið getur keppt alþjóðlega, ekki. Og jarðvarmi þarf helst fjölnýtingu til að geta keppt, af því að við notum svo lítið hluta jarðvarma. Þannig að það óbúðslega mikilvægt við gerum okkur inn fyrir samkeppnisefninni og óbúðslega mikilvægt við tökum umræðan það að nýta þessa hagkvæmni það mjög breiður stuðningur í samfélaginu að gera það. Það má ekki þora að ræða því að einhver 5–10% hópur á móti. Eins og þannig hefur staðan verið síðustu 10 ár. Akkurat. Og bara við hrakst undan. Já, og það auðvelt að fara að tala um aðra kosti, túrbínur í sjó eða hvað það en þetta segir okkur að það verður ekki lausnin. Að minnst ekki næstu 10 ára. Bæði orkuskiptum og líka gagnvart þessi, svo líka náttúrulega alþjóðleg samkeppni í iðnaðaruppbyggingu sem ekkert síður mikilvæg, við erum ekki að tala um bæði núverandi virkjunum og aðrir. Þar bara mjög hörð samkeppni í verði og þar höfum við staðið okkur vel og haft mjög jákvæð áhrif en það keppir enginn í alþjóðlegum markaði í klókstígulum sko. Þannig að þú ert að segja að það ekki endalaus eftirspurn eftir raforku á Íslandi? Það fer algjörlega til verði, það svo aðra vörur, það sko ef að verði fer að hækka og við erum mjög nálagt punktunum sko, þar sem við flippum yfir og í rafelsneytunum þar mjög hörð samkeppni í verði, eða sko rafelsneytið bara ber sig ekki, það bara mjög með sér langt frá það að bera sig nema með mjög hagkvæmu raforkuverði og stórum styrkjum sem hinn samkeppnin að keppa við jarðeldsneyti. Og það mikið ágrunn að sjá út í heimi hvað að hægja mjög mikið uppbyggingun út af þessu mikla gapi. Finnur, tölum aðeins tækifærin af því að ég held að lokakaflinn hafi nú alveg sýnt okkur hversu mörg tækifæri liggja í orkuskiptunum. Geturðu farið yfir það þegar þú ert hér náttúrulega sem fulltrúi Samorku, hvað þér þykir markverðast þarna og bara svona, ef þú horfir á þetta raunsæjum augum, mögulegt að ná þessu markmiðum orkuskipti sem við erum búin að setja okkur?
ef einhver getur það, þá ætti að vera Ísland. Og það er þetta sem þessi vefur kannski minnir okkur á, sko, hvað við erum í gríðarlega miklu tækifærum. Við ekki einungis höfum stórt land og miklar auðlindir. Við höfum líka mjög farsæla sögu og metnað sem að stjórnvöld og fyrirtækin hafi gegnum áratugina sýnt og nú höfum við líka ennþá fjölbreyttari geira. Samorkan alltaf samastendur af fyrirtækjum í orku- og veitugeiranum og þar eru 1800 manns þessa stundina að vinna í því að þróa og búa okkur undir orkuskiptin. Og ég held að geta verið gríðarleg þróun. Hérna, ef maður horfir til lengri tíma, þá er rosalega mikilvægt að stjórnmálamenn núna horfi til langs tíma, setji skýra stefnu, komi með aðgerðir til að fylgja eftir markmiðum og það verður auðvitað spennandi að sjá hvað ný ríkisstjórn gerir hér með til dæmis tímasetningu á markmiðunum. Því að atvinnulífið er sannarlega allt tekið vel við sér, orku- og veitugeirin fer strax að vinna eftir markmiðunum sem stjórnvöld setja. En þá verður hugur að fylgja máli. Það er rosa gaman að setja tímasett markmiðum að við ætlum að vera fyrst og svo bara verður þú löngu hættur í stjórnmálum þegar að kemur að því að sjá hvort að það tókst. Við þurfum að fá samfélagi allt og þess vegna verður atvinnulífið, hvort sem eru samtök atvinnulífsins, SI eða við verið að kalla þetta í hér, komið þá með aðgerðir sem styðja við þetta og kannski sérstaklega gagnvart þessum geira, orku- og veitugeiranum sem er þá kannski sérstaklega í þessu tilliti flutningsfyrirtækin og dreifiveiturnar og svo fyrirtæki sem er að framleiða. Það þurfa þau bara að fá umgjörð þar sem þau geta aðeins hort lengra en 3-4 ár fram í tíman og sagt, ætlum við að halda fram að þróa þessi verkefni því að það verði ekki stjórnvöld eða stjórnmálamennindi sjálfur sem koma okkur áfram. Það þarf allt atvinnulífið með og svo horfum maður líka til viðbótar við það sem við sjáum kannski í svona þessum pjúra tækifærum í auðlindunum. Það er alltaf gríðarleg þróun í orku- og veitustarfsemi. Það er snjallvæðing, það er ný tækni, það eru margar leiðir til að ná fram orkunýtni, þróun í batteristæknum og allt þetta á eftir að þróast á lengri tíma og við verðum að vera með umgjörð þar sem við erum líka þátttakendur í orkukerfum sem eru að breytast allan heim. Takk fyrir það, Guðmundur. Ég veit að þú hefur hort svolítið á þetta út frá bara þekkingarsamfélaginu og talandi tækifærin sem að liggja þarna í orkuskiptunum, bæði efnahagsleg, ég meina 160 milljarðar á ári er slatta peningum, Þess utan, náttúrulega, það sem þetta sýnir okkur líka nefnilega og það sem er kannski svolítið sláandi þegar þú horfir á öll þessi línurit olíunotkun, hún er ekkert að dragast saman og losunin er ekki að dragast saman og þetta eru bara nokkur ár sem við höfum. Mér langar að heyra þína afstöðu og hvernig þú sérð að við getum snúið þessu upp í tækifæri. Já, ég held að við verðum átt okkur á því að við erum í raun og veru bara í því sem við sáum áðan, erum við í raun og veru bara mínum huga að tala um toppinn og ísjakan vegna þess að við höfum séð það og munum sjá það að við höfum séð það fyrir orkuskiptum og munum sjá það núna líka að ef við tökum þátt og ef við tökum þátt í fyrstu bylgjunni að þá höldum við áfram að þróa þetta þekkingarsamfélag sem að við kannski tökum sem sjálfsögum hlut og það að byggja okkar styrkleikum sem samfélag það skapar okkur gríðarleg tækifæri til að vaxa og dafna í verðmætasköpun og í þróun þekkingar. Það mun þetta er gríðarlega töff verkefni, orkuskiptin, og þetta er ekki nokkurra ára verkefni, þetta er nokkurra áratuga verkefni. Og það kom þarna fram á einni glærunni að heimurinn þarf að áttfalda framleiðslu af endurnýjanlegri orku til þess að ná sínum markmiðum og þið getið ímyndið ykkur allt það effort sem fyrir það, allan þann pening sem fyrir inn í það verkefni og allar þá athygli sem að það verkefni fær og allar þann stuðning sem það fær ef að hugmyndir eru góðar og þess vegna er þetta alveg gríðarlegt tæki fyrir okkur á Íslandi að koma inn í þetta snemma og vera með og taka þátt í þessu og vera gerendur og Hvernig gerum við það? Og það gerum við með því fyrir það fyrsta ef við byrjum bara á grunninum núna þá vil ég taka um það sem Finnur var að tala um. Ég held að sé algjört grundvallaratriði að við sem samfélag mótum okkur sameiginlega og skýrara framtíðarsýn um orkuskiptin og orkumálin til áratuga, ekki bara til einhverja ára. Og við verðum bara að gera þá, orkuskiptin verða. Við erum ekki, það er ekki spurning hvort, heldur bara hvernig og hvenar og hverjir verða leiðandi þar.
og við verðum bara að fara að hysjum upp okkur buxurnar í mínum huga sem samfélag og við verðum bara að fara að segja hlutina. Við verðum að fara að segja hvað ætlum við að framleiða mikla græna orku, á hversu löngu tíma, hvaða græna orkugjafar, hvaða verðmætasköpun ætlum við að stefna á, ætlum við að taka þátt í alþjóðlegum mörkuðum. Það er náttúrulega alveg ljóst að þó að Ísland sé eiland, að þá orkuskiptin eru alþjóðleg verkefni og viljum og getum haft virkilegt hlutverk og þannig að að því að talaði þekkingarsamfélagið að þetta smitar alveg svakal út í þekkingarsamfélagið. Ég veit að í mínu fyrirtæki sem ég starfa hjá Eflu, þar eru við Efla er sérfræðingur á heimsvísu í orkuflutningskerfum og erum að vinna slíkum verkefnum bæði hér heima og erlendis. Þessi þekking er komið til vegna uppbyggingar í stóriðju. Í vatnsaflinu þá er Landsvirkjun og Verkís til dæmis að flytja þá þekkingu okkar út. Það var þannig upphafið þar í fyrstu stóru vatnsaflsvirkjunum að þá komu erlendir aðilar inn með þekkingu. Íslendingar kynntust henni, smám saman tóku við og snéru sig síðan við og fóru að horfa út fyrir landsdelina og flytja út á þekkingu. Í þessari stöðu getum við líka verið í orkuskiptunum en við þurfum að fá alveg rosalega skýra og einarða stefnu fram í tímann vegna þess að, eins og ég sagði áðan, þetta er langtímaverkefni, það eru alls konar áskoranir, það þarf þrautsegi og til þess að berja okkur áfram í þessu og stuðning og til þess en við náum því ekki ef við erum stöðugt að þræta skemmri tíma mál og smámuni. Skemmri tíma mál og smámuni, það er skammur tími fram að kosningum og í þessari vinnu veit ég að það var lögð mikil áhersla á það að á vefnum væru bara staðreyndir, það væri það ætti ekki að lesa milli línanna, það voru engar leiðbeiningar það hvernig ætti að ná þessum markmiðum. En er það nóg að segja, hérna liggur þetta og finnið þessu út úr þessu? Hver finnst þér vera skilaboðin sér? Það var algjört prinsipmál hjá okkur í allri þessari vinnu, bæði 2022 og núna, að hérna væri að ræða hlutlægar upplýsingar, setta fram á svona staðreyndamiðaðan hátt. Ekki við hvetjum stjórnvöld til að gera þetta og þetta. Hins vegar er þetta auðvitað grunnur að samtali svo hitt. Og við erum auðvitað á þessum tímamótum núna að það er að koma alþingiskosningar og ný ríkisstjórn og ég veit allavega einhverjir sem eru áfram þessi orkuskipti ég allavega myndi hafa þá talsverðar áhyggjur af ákveðnu svona bakslægi sem er að verða í pólitíkinni hvað varðar mikilvægi loftslagsaðgerða og það er eiginlega svona líka trendi í Evrópu og Bandaríkjunum og ef við horfum bara á þetta og tökum loftslagsmarkmið algjörlega út fyrir sviga og segjum við veitum ekki hvort það verður Parísarsamkomulagið muni halda gagnvart öðrum ríkjum eða annað, þá er þetta efnahagslega gríðarlega mikilvægt verkefni. Við sjáum það að verðmætur gjaldeyri sem við notum mikla krafta til að afla í öflugum sjávarútvegi, ferðaþjónustu, hugverkaiðnaði og stóriðju. Það er stór hluti af öllum gjaldeyri sjávarútvegsins er að fara í að flytja inn þessu olíu. Þannig að þrátt fyrir ólíkar skoðanir á mikilvægi loftslagsaðgerða eða að það þurfi að fara í stífara harðar loftslagsaðgerðir, þá er þetta bara efnahagslega gríðarlega mikilvægt verkefni og tala nú ekki út frá það sem Guðmundur var að tala tækifærin og annað. Þannig að nú erum við að opna þennan uppfærða vef með fullt af nýjum upplýsingum sem skipta máli inn í umræðina, slá út á borðinu ákveðnar mýtur sem hafa verið mjög þrautsegar og lífsegar í umræðinni og getur núna tekið samtalið gagnvart pólitíkinni og þá næstu ríkisstjórn hver eru þá næstu skref og við höfum fullt af hugmyndum í þeim efnum en málið er að við viljum ekki vera í svona einhverjum þannig ráðleggingum inn á þessum vef af því þessi vefur er ætlaður almenningi til þess að kynna sér málin þannig við getum svo átt í uppbyggilegu samtali í framhaldinu. Svo geta hugmyndirnar líka kannski verið ólíkar milli þeirra aðila sem hafa tekið þátt í þessu. Finnur, hvernig myndir þú nálgast þetta? Gögnin þá? Nei, það er að segja og hvað svo?
Já, ég held að bara við verðum að bera virðingu fyrir því að nú er fólk að velja sér sína kjörnu fulltrúa og ég ber mikla virðingu fyrir því að þeir nálgast viðfangsefnið á ólíkan hátt. Verkefnið hins vegar fer ekkert og þetta bara atvinnulífið vinnur með hverjum þeim sem að hér er kjörinn til þess að stýra landinu. Það þarf að leysa klárlega skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum og við styðjum það. Ég meina stefna Samorku er grænt Ísland til framtíðar og það er bæði út á loftslagsmálunni og líka bara út frá þeim tækifærum sem við höfum. Og ég held að það þurfi bara að gefa sér svolítið tíma í þetta. Ég held að við þurfum að halda áfram að eiga gott samtal og vinna með stjórnvöldum og svo vinna hefur verið með ágætum og stórum hluta liðina 4 ára. Og mér langar bara að bæta við það sem að Sigríður nefndi hérna líka sem er svo þýðingarmikið sem er það að Ísland getur orðið orku sjálfstætt. Og núna á þessum tímum í Evrópu þar sem að það eru svolítið að lokast, verða til múrar á milli ríkja og ríki að vanda sig mjög í því með hverju þau vinna og svo framvegis. Það að við getum haldið okkar eigin örlögum hérna á Íslandi með því að vera bara fyrst og fremst allavega háð eigin orku sem er innan okkar ágæta landi, getur ímyndið ykkur hversu mörg ríki myndi vilja geta gert þetta. Þetta tækifæri býður eftir því að við grípum það. Býður eftir því að við grípum það, Hörður. Það eru líklega fáir sem vita jafnvel að hafa jafngóða tilfinningu fyrir því hvað er hægt og hvað er ekki í þessari uppbyggingu. Þessar tölur á blaði, Ísland framleiðir 20 terawattstundir, kannski þarf svona upp undir 16 og jafnvel rúmlega það 2050, en við erum það bil sammála það að 25% aukning, sem er heldur ekkert lítið til 2035, sé nærri lagi 5 terawattstundir. En er það alveg mögulegt? Já, ég held að það sé mögulegt og það er aðeins krefjandi því að það sem þarf að koma inn, það þarf að koma inn langt núna, bara þetta er svo löngu tímum og og svo er að muna það að það er til viðbótar er hagvöxtur sem við viljum hafa og viðbótar eru bæði styðið við núverandi fyrirtæki og fá inn ný fyrirtæki, þannig að þetta er alveg gerlegt. En ég held, ég tek undir margt sem var sagt, ef við fókusum á það, en ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa þessa langtíma sín sem að kannski endurspeglast allt í vefnum og sérstaklega áður en núna eru líka aðeins að horfa til skemmri tíma. Því að tala við pólitíkusa, það er hægt að tala kjörtímabili við, það er 4 ár. Það er að fara að tala segjum til 2035, það er næstu 3 kjörtímabil. Okkur finnst það stutt í orkugerunum, en tala 2050 og það er kannski þessi viðleitni okkar sem endurspeglar þetta rammaáætlun umfjöllun að við ætlum að taka þessa stóru ákvörðun bara fyrir alla framtíðina í dag sem verður alveg ofboðslega flókin sem kom frá ágústu við vitum og lítið eftir 10 ár þannig að ég held að það fær okkur vera með framtíðarsýnina og vera að segja ræðum hvað ætlum að gera núna og stóra málið í orkuskiptunum er að fara af stað, byrja. Við getum endalaust talað hvort það séu 16 terawattstundir eða 18 terawattstundir eða þessi tækni eða hinn tæknin í framtíðinni. En ef við byrjum ekki, ef við leggjum ekki af stað, við vitum hvert við erum að fara. Það getur vel verið að þurfum að fara eitthvað svona aðeins mismunandi leið. En ef við ætlum að taka allt næsta kjörtímabil og ákveða hverju við ætlum að pakka með okkur, þá gerum við ekki neitt. Og það er það sem við vorum að lenda í núna. Það er því miður alveg ótrúlega lítið sem gerðist núna þó að ráðherrarnir okkar hafði svo mikinn vilja til að koma hlutum áfram. En það er bara, við erum að vonast til núna að byrja á Hvammsvíkjum núna. Við erum að reyna það, það eru í hvað marga kærur og hvað mörg dómsmál eru komin á okkur, Við erum alveg bjartsýn. En það er búið, þannig að það var þetta ekki samfærandi. En við erum bjartsýn, við erum vön þessu og við munum allavega hvergi kvika frá því að við höfum gríðarlegan stuðning í öllum stjórnmálaflokkum og í samfélaginu. En málum er svo stóru mynd, þú þarf bara að vera stóru strókurnar og leggjum síðan af stað. Og þá fara hlutir að gerast. Ég held að þetta séu bara frábær lokaorð á þessum samræðum hérna. Mér langar til að hvetja ykkur til þess að bara svífa á fólk ef ég ákvað opna ekki fyrir spurningar úr sal, þá getur hún sjálfsagt verið til hádegis. En mér langar til þess að hvetja ykkur, þetta verður örugglega vakið einhverjar spurningar, hvetja ykkur til þess að skrunni gegnum vefinn, meðtaka aðeins þessa tölfræði og spyrja þau. Þið verðið aðeins lengur frammi áður en við förum. Kæra þakkir fyrir komuna í dag.